Góðan og blessaðan daginn, geggjaður dagur í dag. Herðu, þessu þætti þá ætla ég að tala um counterintuitive. Enska orðið counterintuitive. Ég var með að segja, þannig að ég mun setja í lýsinguna, þannig að þið getið séð hvað það þýðir. Vil ég kannski googla þetta orð og kynna ykkur það betur af því að útskýra hvað þetta getur verið pínu flókið og erfitt. En ég ætla að gera mitt besta en útskýra það svo við skiljið það. En counterintuitive á íslensku þetta að fara gegn innsæi eða gera ákveðt öfugt við hvað innsæi okkar að segja. Og þetta eitt af mikilvægasta eða besta verkfærum sem ég hef gert. Ég veit ekki hversu oft þetta búin að koma mér í stöður, miklu betri stöður í framtíðinni eða betri stað eða betri útkomur og bara eiga betra líf. Það talar enginn þetta, kennir enginn hvað þetta útskýrir hvað þetta Ég hef aldrei lært eitthvað staðar, þannig að ég pikkaði svolítið upp á þessu sjálfur að gera þetta og svo lærði ég hvað þetta og sá að ég var að gera þessa hluti. Þannig að það það sem við ætlum að ræða í dag og ég ætla að kenna ykkur að því að þetta það öflugt og þú vilt ekki missa af þessu og það mjög fáið sem gerir þetta. En þetta eiginlega, hvað maður að segja, menn sem hafa gengið gegnum mikið og þroskast og komin á góðan stað, þeir gera þetta ómeðvitað. En hins vegar ætla ég að fara í sumarfrí eftir þennan þátt og kem einhvern tímann í ágúst, svona byrjun ágúst. Og ég átti að vera búin að pósta í seinustu viku þannig að afsakið þetta, ég gerði það ekki. Og ég komin á nýjan stað, við erum ennþá að setja upp skrifstofuna og græja hana. Þannig að já, og svo ég mega spenntur yfir því að ég að fara, ég tala ekki aðeins sjálf á mig Eftir 4 eða 5 daga þá ég að fara að leika í einu af draumaverkefnum mínum. Ekki svona drauma, þetta bara, ég á leikstjóra sem ég mjög hrifinn af, Christopher Nolan. Minn draumur var einhvern tímann að bara geta verið eitthvað tengst verkefni sem tengist honum, alveg sama hvað það væri. Og það vill svo til að hann að koma til Ísland að taka upp mynd. Þannig ég að fara í 7 daga út á land að græja það. Þannig að ótrúlega spenntur og ánægður með það. En aftur af counterintuitive. Ég innilega mæli því að googla þetta og kynna ykkur þetta betur. Og þetta að fara á gegn innsæi. Þetta basically að þið líður eitthvað sem rökrétt og rétt tilfinning og þú ættir að gera eitthvað ákveðið. Bara allt segir, þú ættir að taka þessa ákvörðun eða haga það svona. En counterintuitive að gera akkurat öfugt við hvað innsæið eða hvernig þið líður eða hvað rökrétt að þú vilt gera. Ég get ekki implementa hversu mikið þetta hefur komið mér á betri stað, hvort sem maður tengist konur, vinum eða í business. Þá byrjum við aðeins á þessu. Flesti menn, þeir halda þeir séu að taka ákvarðanir alveg sjálfur. Bara þeir eru að taka réttu eða rökrétta ákvarðanir og þeir séu við stjórn. Og þeir eru að taka meðvitalegar ákvarðanir þeir sjálfur. Því í raun og veru eru þeir ekki að gera það. Miklu dýpra kerfi inn í okkur sem ómeðvitað kerfi, þar sem við gerum ómeðvitað, þess vegna heitir ómeðvitað, að við gerum eitthvað og við vitum ekki að við sem að gera eitthvað. Eitthvað undirliggjandi kerfi sem oft gamalt kerfi sem að taka þessar ákvarðanir fyrir okkur. Við höldum að við sem að gera það, en við erum að gera fullt af hluti sem ómeðvitað munstur, sem oft stjórnað af skuggum fortíðanar. Skugga fortíðanar eitthvað skeði fyrir okkur þegar við vorum yngri. Það hafði mjög tilfinningalega mikil áhrif á okkur. Það skeði eitthvað okkur líka illa að vera pirrari, reiðir, við móðguðumst. Það skeði eitthvað. Oft munum við ekki kannski eftir atburðarásinni en tilfinningin festist inn í okkur. Þannig að þegar við förum gennum lífið í dag, þá lendum við í aðstæðum sem kannski að minna okkur á þessa tilfinningu frá fortíðinni. Og þá erum við að bregðast við út frá fortíðinni. Eins og dæmið þegar ég var yngri þá var náttúrulega einelti og fólk var svona að horfa á mig og dæma mig og segja eitthvað þegar ég var í grunnskóla. Þannig að þegar ég voru alltaf orðin bara 17-18 ára, ef fólk horfði á mig vitlaust, horfði eitthvað ákveð á mig og það var bara að horfa á mig. Það var ekkert á bakvið, það var kannski bara sætur, myndalur eða bara horfði á mig að því ég var að tala. Og þá bara í hausnum á mér, þá fór ég bara í ok, það eitthvað að mér, þau eru að dæma mig, þau eru að fara að gera grín að mér, eitthvað svoleiðis. Að því ég upplifði þetta í fortíðinni, ég upplifði þetta í grunnskóla. En í dag, þegar ég var 17-18 ára, þá var ég að upplifa þetta eins og það var að ske aftur. En þetta hafði ekkert með raunveruleikann að gera.
Þannig að þegar við upplifum svipaða tilfinningu í dag þá höfum við tilhneiginguna til að bregðast við eins og það sé að gerast aftur fyrir okkur. En það kannski ekki að gerast aftur fyrir okkur. Við fáum bara tilfinninguna en aðstæðunar sem akkurat núna í dag, raunveruleikinn, eru ekki eins. En samt koma sömu tilfinningunar. Það svona skuggi fortíðanar. Þannig að við erum búin að vinna með okkur kerfi, gamalt kerfi sem að stjórna okkur og taka þessar ákvarðanir, hvað við viljum gera, hvernig við bregðumst við aðstæðum og svoleiðis skuggar fortíðanar. Sem þýðir við erum ekki að bregðast við raunveruleikanum sem að gerast núna. Og við höldum að konur séu alveg eins. Að þær eru að taka meðvitaðar ákvarðanir og það sem það segja og gera allt meðvitað. Að þetta sé allt rökrétt og úthugsa hjá þeim. En sannleikurinn sá að það miklu dýpra kerfi skugga fortíðanar sem eru líka stjórna þeim, eða stjórna ákvörðunum og hvernig þær gera og hugsa og segja, sama hjá okkur mönnunum. Þannig að maður lendir oft með tvær manneskjur sem halda þær séu að taka rökréttar ákvarðanir og taka meðvitaðar ákvarðanir en eru raunlega bara stjórnast af gömlu kerfi. Og hvað gerum við? Við reynum að tala við hana með rökum, útskýra og reyna að ná tengingu reyna að tala við meðvitaða hugan hennar. En í raun eru þær ekki að hlusta af því þær eru að skynja. Það skynja orkuna og það sem við gerum. Hún að skynja hvernig þú fer með orkuna þína, hvort að þú ert stöðugur, örugur og hvort að þú getur verið grunnstoð í lífinu hennar. Okay, og þegar menn að deyta þá stundum í byrjun komast þau upp með að bara segja réttu hlutina í einhvern smá tíma. En eftir ákveðin tíma þá mun hún finna fyrir kjarnanum í þér hvernig þú ert byggður upp, hver stöðuleikin hjá þér. Þá komum við að counterintuitive, sem basically þýðir að þú ert að fara á móti innsæðinu, rökhugsunum og hvað þér líður að vera rétt í aðstæðum. Þér líður eins og þú átt að gera eitt en þú gera akkurat öfugt við það. Þú bara vilt fara þessa leið en þú fer hina leiðina. Þú vilt taka þessa ákvörðun en tekur hina ákvörðunna. Þetta basically bara að gera akkurat öfugt við hvernig þér líður. Og þetta mjög erfitt að gera þegar þú ert að byrja af því að allt í líkamanum segir gerðu þetta, það rökrétt, tilfinningin hérna en þú tekur ákvörðun að fara hina leiðina. Oft finnst okkur í augnablikinu eitthvað að vera rökrétt en það ekki og þú munt ekki fá benefitið eða skilja þetta fyrir en þú gerir þetta fyrir að þú bara ákveður að fara hináttina, gera öfugt við það sem þú ert að gera. Nú komið smá dæmi þegar menn vilja sýna konunni eða kærustinni eða vinkonu eða einhverjum oft líka með mönnum en bara með konum þetta sterkara þar eða erfiðara að gera það þar sem að þeir vilja sýna það að þeir styðja hana eða standa með henni. En það sem þeir gera af því að tilfinningin og innsæði segir bara að ég þarf að vera sammála henni með öllu. Hvað sem henni finnst þá ég bara sammála henni og segir bara já við öllu, alveg sama hvað. Og þegar menninni segja sitt álit eða sína skoðanir og konan fílar það ekki eða finnst það eitthvað issue eða asnalegt eða kjánalegt eitthvað, þá munu menninni alltaf breyta álit. Bara, mér finnst BMW geggjaðir bílar og gælan segir, já mér finnst þetta bara asnalegir bílar. Þú ert bara að reyna að vera eitthvað töffari. Já, þetta alveg fínir bílar, það gott að keyra á en ég myndi samt aldrei kaupa mér svona bíl. En svona flottir. Þannig að þeir breyta skoðun af því að hún með aðra skoðun. Af því að eins og þeir sína þeir styðja hana eða standa með henni. Þannig að þeir alltaf að breyta sínu áliti. Ástæðan okkur gerum að því að þetta meikar sens í heilanum. Bara ef ég ætla að sína að ég stend með þér, þá ætla ég að vera sammálaður í öllu breyta mínum skoðunum og áliti fyrir því að því mér þykir væntu og ég ætla bara að hjálpa þér og vera með þér í liði. Þannig að það myndi make sense að hún ætti hennar meðvitundarpartur sjá það að rökrétt að þú ert að standa með henni, að þú ert með henni í liði, þú ert sammála henni, þú ert að sýna henni stuðning. Þannig að make sense að halda það að hún skynjar þig sem partur sem stendur með sér. Hún mun kannski vilja það og vil heyra þetta og mjög sátt með það en hún mun ekki bera virðingu fyrir þér eða upplifa í grunninn að þú ert að standa með henni í grunninn. Hún mun halda að þú stendur með sér en hún mun ekki skynja í alvöru að þú ert að standa með henni. Og ástæðan okkur það
að þegar konur virða sterka menn og sterki menn standa með sjálfum sér. Þeir eru ekki sammála öllum, þeir eru með sínu skoðanir og sitt álit og breyta ekki sínu skoðanum með sínu áliti 1, 2, 3 á 1 sekundu eða strax eða bara þess að fá samþykki eitthvað svoleiðis. Til þess að hún skynji að þú stendur með sér þá þarf hún að skynja það að þú stendur með þér sjálfum. Þannig að þú þarft að byrja að standa með sjálfum þér. Make þetta sens. Þannig korið. Að þegar hún finnur að þú ert ekki að standa með þínu skoðunum, þínu áliti og breytir öllu hjá þér eftir henni, þá ert að segja ómeðvitað að þú stendur ekki með sjálfu þér. Þó að hún vil að þú sért sammála öllu og breytir þínu skoðunum og allt svoleiðis, að manneskja líður vel í mómentinu, en í grunninn, korinu, þá skynjar hún að þú stendur ekki með sjálfu þér. Og þú getur ekki staðið með sjálfu þér, þá getur ekki staðið með fólkinu kringu þig. Og þú getur ekki staðið með fólkinu kringu þig, getur ekki staðið með henni, sem þýðir að þú getur ekki staðið með fjölskyldunni. Þannig að til að láta konu skynja það að þú stendur með henni, þá þarf að byrja með því að þú stendur með sjálfu þér. Það byrjar þar. Þannig sýnur það. Ekki með að sýna það og segja þú veist sammála öllu sem hún segir. Meikar þetta sens sem ég að segja? God damn boy. Þetta er counterintuitive. Að fara gegn innsæði. Að gera átt öfugt við hvernig þið líður að sé rétt í mómentinu. Að ég veit að þetta meikar svo mikið sens að til að sýna mannesku að ég styð hana eða stend með henni að vera sammála öllu, breyta mínu áliti og allt svoleiðis, en það er ákveðt öfugt þegar þú byrjar að standa með sjálfu þér sem þýðir að þú ert ekki sammála manneskunni. Hún kemur með eitthvað álit og þú bara ég er ósammála. En þá ert þú að standa með sjálfu þér. Og þetta er einmitt að fara gegn innsæðinu. Þið líður eins og vilt vera sammála og þið langar að segja já öllu, en þá þarf þetta að fara að gera átt öfugt. Að segja ég er bara ekki sammála þér. Ég stend með þér í þessu, en ég er ekki tilbúin að eyða mínum tíma í að gera þennan hlut. Ég styði í þessu og er tilbúin að hjálpa þér, en ég er ekki tilbúin að eyða öllum mínum tíma í að vinna og laga allt verkefni fyrir að þú ert að standa með sjálfu þér. Til að hún skynjar að þú ert stöðugur maður, þá þarf þetta að byrja að vera stöðugur maður fyrir sjálfa þig. Ekki neinn annan fyrir sjálfa þig. Konur og annað fólk skynja stöðuleikan í þér, ekki með orðum, heldur hvernig þú hagar og hvað þú gerir. Þau skynja út frá nærveruninni, þær finna fyrir líkamsorkuninni og þær finna líka hvernig viðbröðin þín er þegar mikið álag til dæmis og þau eru bara stöður fyrir sjálfa þig. Og hérna er svona dæmi hvernig þetta mun birtast í lífinu. Þú ert alltaf sami maðurinn þó að hlutinu fara úrskeiðis. Eitthvað er að ganga vel og það gengur eins og á að ganga, svo fer eitthvað smá úrskeiðis, eitthvað misheppnast og þú verður mjög óstöður. Þú verður reiður, leiður, fúllega sár. Þá ertu óstöður. Svo er það að standa með sínum eigin ákvörðun. Þú tekur eitthvað ákvörðun og þú stendur með henni og ert ekki að leitast eftir samþykki frá öðrum. Eða þú búin að taka eitthvað ákvörðun, svo kemur eitthvað, ertu viss að vilt gera þetta? Og þú eitthvað, já, sko, kannski ekki að gera eitthvað annað. Þú verður að vera svona fastur, ekki fastur ákvörðunum, alltaf að breyta til. Ekki breyta ákvörðunum bara 1, 2, 3 að þegar einn kemur smá efasemdir hvort þetta sé rétt. Að standa með sjálfum sér er að bara, ég tók þessi ákvörðun, ég ætla að klára hana út, sjá hvað gerist. Fólk skynjar þetta í okkur og þetta er, þú veist, karlmennskan, skilur, Til dæmis, ef þú ert í umferðinu og ert að keyra og einhver manneskja svína fyrir þér og þú fer bara í þvílíkan pirring. Þú er bara, hvað djöfisins, hálfviti maður. Þannig ertu óstöður, að það allt var í góðu lagi, svo svínar eitthvað fyrir og þú bara alveg brjálaður. Óstöðuleiki. Þetta er það sem fólk skynjar. Og plús mitt álit, ef ykkur svína fyrir mig í umferðinni, þá er það mér að kenna. Að því ég átti að vera með það mikla meðvitund og fylgjast það með að ég átti að sjá þegar ég var að keyra að það var möguleiki að bíllinn væri að fara að svína fyrir mig. Getur verið að þegar túristabíll, bíll sem kannski úlinga keyra, bíll sem kannski svona sem gamalt fólk keyrir, eða bara að sjá aðstæðunar að það er góða líkur að svína fyrir mér. Að þannig er raskatan á hinu bílnum og hún langar til að komast hraðar. Það er mér að kenna eitthvað svínaði fyrir mér, að því ég átti að vera búin að sjá það. Þannig hugsa ég og tek ábyrgð á hlutum.
þá hef ég meiri stjórn og þýðir þegar eitthvað svína fyrir mér þá ég ekki pirraður og fullega sár en ég missi mikið í einhvern pirring að tala niður eitthvað svoleiðis það er miklu meira stöðuleiki í það bara ok, það svína fyrir mig, allt góðu ég elska samt lífið ok, sem sagt, hvað öfugt við það til þess að sýna að fólk að þú stöður og þá viltu gera öfugt þegar erfiðu hlutir eru sem sagt, ekki missa í pirring ekki vera brjálar í skapinu þú ert rólur sem þýðir að þegar tilfinningin og þetta rökrétt að vera reiður eða fúllega sár eitthvað móðgari og þú bara ég ætla að láta sko að heyra hvað öfugt við það það að vera rólur og slakur counterintuitive það öfugt og þetta erfitt af því að þú vilt vera reiður og allt segir og átt að vera reiður þegar hann var að móðga þig en þú fer okkur hináttina þú bara slakar og er rólur til þess að hún skynjar að þú sért traustur maður þarf þú að byrja að treysta á sjálfa þig þú getur ekki sagt manneskju treystu mér eða lofa manneskjunni að þú ert alltaf til staðar og þú mætir alltaf og þú eyðir og fórnar öllu þínu tíma fyrir manneskjuna þannig sýnir ekki að þú sért traustur af því að fólk skynjar hlutina það skynja frekar af því að þú getur ekki verið traustur gagnvart sjálfum þér þá getur ekki verið traustur gagnvart öðru fólki og þá getur ekki verið traustur gagnvart henni og þá getur ekki verið traustur gagnvart fjölskyldunni hún þarf að skynja það að þú ert traustur gagnvart sjálfum þér að treysta sjálfum sér byrjar til dæmis hjá mér þegar ég var yngri er hægt að lofa sjálfum mér að gera hluti fyrir sjálfum mig sem ég ætla að gera ég ætla að fara í ræktina, ég ætla að borða vel borða holt, eitthvað svona að hægt að lofa sjálfum mér hluti sem ég vissi var mjög mikla líkur að ég að fara að beila á því eða ekki gera þegar þú segist alltaf að fara í ræktina 5 sinnum í viku en þú mætti 2 svar þannig að treystur ekki á sjálfa þig að gera það sem þú sagðist vilja gera fyrir sjálfa þig til þess að búa til traust þarf þú að byrja að treysta sjálfa þig treysta sjálfa þér og eins og ég gerði það er að þegar þú ert alltaf að lofa sjálfur eitthvað og gera ekki þá brýtur niður sjálfsmyndina, sjálfsöryggið og sjálfstraustið þitt þannig að sem ég gerði þá byrjaði svona að núllstilla mig ég byrjaði bara að hugsa eins lítið og ég gat til þess að byrja að treysta sjálfa mig þannig að staðan fyrir að segja við sjálfa mig ég ætla að fara í ræktina 6 sinnum í viku þá sagði ég bara það nóg fyrir mig að fara 2 svar í viku og ég þarf bara að mæta þó ég sé bara hálftíma eða korter í ræktinni þá þurfti ég bara að mæta 2 svar í viku that's it þannig ég bara minnkaði allt sem ég ætla að gera og hætti að lofa mér hlutum sem var góða líkur ég var ekki að fara að gera og til dæmis maður alltaf að lofa sjálfur sér að vera gert duglegur og gera rosalega marga hluti to-do list, ég ætla að klára alla þessa hluti ég byrjaði bara, ég þarf bara að gera 1 hlut á dag til þess að vera sáttur þó að segja bara að vaska upp heima á mér ef ég vaska upp ég ger þetta þegar bara fyrir mörgum árum þegar ég var mjög þunglyndur átti mjög erfitt var alltaf að lofa og draga mig niður fyrir ekki að gera hluti en þá bara ég þurfti bara að gera 1 dag bara gera 1 góðan hlut í dag alveg sem að hvað það var vaska upp stundum endaði bara ok ég er þunglyndur ég vil ekki gera neitt ég fer bara að vaska upp og gera það af því að hann eftir að gera öfugt við það sem þú innsæði segir að vera rosa duglegur gera rosalega mikið fara 5 sinnum í ræktina og allt svoleiðis og þannig kemst áfram en öfugt við það er að taka geði litla hluti og bara gera eins lítið og getur þannig byggjur upp sjálfstraust og sjálfsáleit og þá verður þetta léttar og þá byrjar að byggja það svona upp þannig að svo fólk og hún skynjar að þú sért traustur þarf að byrja að treysta sjálfa þig og þetta var bara svona smá þetta átti ekkert að vera inn í þættinu ég kannski fór aðeins off script og svo annað hætt að lofa fólki hlutum sem þú ert ekki að fara að gera ef þú veist þú ætlar ekki að gera, ekki lofa þig ef þú veist að þessu 80% líkur þú ert ekki að fara að gera ef þú segir samt já þú ætlar að gera hætt að lofa fólki sem stendur ekki við eða hætt að lofa að gera hluti sem þú ætlar ekki að standa við því það rústa sjálfstraustinu og sjálfsálitinu og það er erfitt kannski að gera ef þú ert yes man ef þú ert maður eitthvað fólk hringir í og biður að gera eitthvað og þeir langar bara að segja já að þau viljum vera góðir eða fá samþykki eitthvað svoleiðis akkurat öfugt við það er að segja bara nei ég get það ekki, ég kemst ekki þannig að þetta er að fara gegn sínu eigin instinkt ég ætla að koma dæmi hvernig þetta lítur út til þess að útskýra betur ég vilja skilja þetta og fatti þetta en það gerist ekki fyrir en þeir
búnir að gera þetta, þá svona sjáið the benefits of it, þá sjáið hvað þetta er öflugt og hvað þetta hjálpa manni og létti lífið. En ég í sánu, infrared, og það maður hana og það einhverju konur. Og konurnar fara að tala það þurfti að setja fleiri bekki og svona pallettur fyrir þessa infrared geisla. Og það gluggan inni. Og maðurinn segir, já, það þurfti bara að loka glugganum og setja bekki hérna og pallettur á vegginn. Og þá kemur önnur konan og segir, nei, það verður fínt að hafa gluggan, hann getur hort út. Og hann fer strax að breyta skoðunum sinni. Hann bara, já, það er reyndar mjög sniðugt, sko, það er mjög flott, sko, bara gott að hafa gluggan. Hans skoðun, hans áliti, hvað honum fannst, var fyrst bara loka glugganum, setja pallettur. Og svo leið að konan kom með eitthvað öðruvísi álit, eitthvað öðruvísi skoðun, og þá breytta henni strax. Og þetta var ekki svona, hann var ekki að breyta því að það var góð hugmynd hjá henni að flott að hafa glugga. Þetta var meira bara hann að sækjast eftir samþykki og bara vera sammála. Sýna það að ég ætla að styðja þig og þú getur treyst á mig. En það akkurat öfugt það sem við viljum gera. Ef þú segir eitthvað og þér finnst eitthvað, þið finnst þið alvöru, ekki breytum skoðun, ekki breytum álit, af því þið líður eins og þarft að gera. Þú veist alltaf, breytum álit, breytum skoðanir, það alltaf í lagi. En þegar tilfinning kemur að vilja gera þú ert að segja þessi samþykki eða þú ert hræddur að fólk eitthvað dæma þig eða eitthvað, þá vill ekki gera. Þess vegna er erfitt að gera þetta. Af því að þið langar bara ekki gera þetta af því að allt í líkamann segir að þú ætti að gera þetta en þú vilt gera öfugt við það sem þú vilt gera. Og þetta hefur bjargað mér svo í mörgu hlutum, sko. Ég að koma annað dæmi sem ég saga sjálfur mér. Ég að vinna sem smiður og það kemur maður að laga iðnabil svona hurð, risastóra hurð og ég að aðstoða hann með þetta. Og við erum ekki að vinna þetta eitthvað svoleiðis. Og hann segir, ertu með smergel, sem ákveði tæki til þess að pússa járn. Eitthvað svona slípidót og ég bara, ég veit ekki hvað það er og sagði bara, ég vissi ekki hvað það var og hann svona horfir á mig og bara, veistu ekki hvað þetta er? Ég náttúrulega bara hitnar í líkamannum, veitu, hann að segja þessi heimskur en að horfa niður til mín en að segja þessi vitlaus og náttúrulega í þessu aðstæði þá langar mér náttúrulega verja sjálfa mig, segja eitthvað ljótt á móti, reyna að draga hann niður, hann móðgaði mig, hann gerði mig reiðan, lét mig líða óþægilega eins og ég væri heimskur. En ég veit að skugga fortíðinu mínir að ég er með lesblindu og í grunnskóla þá náttúrulega leið mig eins og ég var heimskur. Þannig að þessi tilfinning sem var að koma upp var bara að minna mig á eitthvað úr grunnskóla en hafði ekkert með aðstæðunar að gera. Mér langaði að vera reið, mér langaði að gera alltaf hluti en ég gerði það ekki. Ég bara var slakur, rólegur og lét bara eins og ekkert hefur skeð. Því ég veit líka, kannski var hann bara að segja þetta þegar hann var mjög hissa á því. Kannski bara fannst ég að ég var mjög flottur og búin að vera að standa mig vel og bara koma hann óvart að ég vissi ekki hvað þetta væri. Kannski var hann að meina þetta illt, kannski var hann að meina þetta eins og ég var heimskur. En væri það kannski út af því að hann er að hífa sjálfan sig upp. Ef hann þarf að hífa sig sjálfan upp á mér, þá þýðir að hann horfir á mig miklu herra heldur en sjálfan sig. Þannig að það sem ég gerði í þessu aðstæðum er átt öfugt við hvernig tilfinningarna mínar og rökhugsun mín sagði þau fyrst. Að ég bara veit þetta, ég er búin að læra þetta og ég er bara slakur með þetta. Og hvað sýnir þetta? Hann móðgaði mig ekki, af því ég sýndi það ekki þó hann gerði það, skilur. Hann móðgaði mig ekki, hann særði mig, þetta var vont, skilur. En þetta var bara eitthvað gamalt, þetta var skuggi fortíðanar að reyna að stjórna nútímanum. Og þetta hafði ekkert með raunveruleikann að gera. Ég held bara að hann var bara hissa, ég vissi ekki hvað þetta væri. Þetta er mjög algengt inn á svona verkstæðum og iðnamenn viti þetta yfirleitt. Þannig að hann var bara hissa. Og ef ég hefði farið og verið með stæla síðan á móti, að það var mér leið eins og hann var að vera leiðileg við mig, þá hefði ég verið fáiðinn, sko. Hann hefði ekkert skil okkur, ég er bara svona leiðileg við sig. Þegar komið 2 manneskjur, eins og í byrjun, sem eru með þessu kerfi sem eru stjórna og eru ekki meðvitað með skugga fortíðanar, að þau halda að þau séu að taka meðvitað ákvarðanir og haga sér út frá akkurat það sem þau eru að gera núna þessu tíma, raunin er dýpra kerfið sem er að stjórna allt sem er að gerast nú þegar á yfirborðinu. Benefitsið að þessu kemur þegar, og þú sérði ekki hversu öflugt þetta er fyrir en að þú gerir þetta. Þá er þetta bara, holy shit, þú er þetta öflugt. Ég ætla að koma með fleiri svona stutt sem þú getur gert í aðstæðum, þannig að svona hjálpaði með þetta. Það er til dæmis, ef konan er pirruð, er reið, er með silent treatment. Við viljum reyna að laga vandamálið, biðjast afsökunar. Hvað skeiði? Er allt í lagi? Talaðu bara við mig.
Akkurat öfugt við það bara bjóða nærveruna hérna, ekki biðjast afsökunar eða biðjast afsökunar og fokkaðu upp, skilur, en ekki að fara bara eitthvað fyrirgeðu að því bara, af því þú veist ekki þessi hvað gerði, hún kannski bara pirruð, þú veist ekki þessi af hverju. Þannig að stundum bara bjóða nærveruna, bara vera til staðar, vera hana, ekki reyna að útskýra, afsaka þessi, ekki reyna að laga vandamálið, skilur, menn eiga til bara að kona reiði, pirruð, fúl, þá reyna að laga þetta, skilur. Það kannski ekki þitt hlutverk að taka hennar vondu tilfinningur í burtu frá henni. Stundum bara vera hann og hlusta, vera til staðar. Þú ert að senda skilaboð og manneskjan svarar ekki og þá vilja menn senda aftur og svo svarar manneskjan ekki og þá senda þær aftur. Akkurat öfugt við það bara að senda einu sinni og hún svarar ekki, þá bara sendur ekki aftur, skilur. Fyrir kannski eftir eitthvað langa tíma en þú veist ekki senda eða þessi típa. Þú ert bara að senda og býða þannig að manneskja sendi tilbaka. Og svo náttúrulega þetta basic, þú ert þreyttur og vilt ekki fara ræktina, þá áttu að fara í ræktina. Þér líður illa, þú ert einmana, til langar að hringi í einhvern til þess að reyna að taka burtu tilfinninguna eða horfa á sjónvarpið eða fara í símann, gera okkur öfugt. Líður illa finnst óþægilegt, ekki fara í símann, bara sitja í tilfinningunni. Ég ætla að enda þetta með sögu þar sem ég gekk betur businesslega séð, að þetta virkar líka í business og bjargar mann í business. Ég með businessfélag og við erum að vinna saman og ég fæ aðstöðu til þess að vera hjá honum. En eftir að vera í þessu aðstöðu þá þarf manneskjan eða vil manneskjan skrifa undir ákveðinn samning. Ég ekki sáttur með hann og vil ekki skrifa undir hann. Sem þýðir ef ég skrifa ekki undir hann þá missi ég my business partner aðstöðuna, tengslanettið. Það var mjög mikið tengslanet Í mínu líkama sagði það var betra að skrifa undir þetta og fá alla þessa hluti. Ef ég skrifa ekki undir þetta þá myndi ég bara missa alla þessa hluti og þá bara geði mikið óvissa og ég vissi ekkert hvert það átti að fara. Ég var ósáttur með samninginn af því að mér fannst hann ekki réttur og fannst hann bara einhlega. Þannig ég ákvað að standa með sjálfum mér og segja bara nei, ég vil þetta ekki, ég mun ekki skrifa undir hann. Og það náttúrulega var til þess að við slúttum og það virkar ekki, við erum ennþá vinir, bara ekki business vinir. Og í 3 eða 6 mánuði þá fer ég á nýja aðstöðu sem miklu verri, bara kompa, vinnuskúr hjá félaga mínum. Svona iðnaðarbil, skítugt og svoleiðis og með tölvuna og að vinna þar. Það lítur ekkert út fyrir eins og þetta var rétt ákvörðun, en svo með tímanum út að ég tók þessa ákvörðun, þá einhvern veginn fæ ég miklu betri aðstöðu. Ég fæ aðstöðu sem í 5 mínútur frá húsinu mínu, þannig ég ekki fastur í trafík. Ég að vinna með mönnum, svona businessfélagar sem á mínu leveli, við erum miklu betri við svona hvetjum hvort annan og bara heilt yfir, ég fekk meira út úr því að ekki skrifa undir samninginn og miklu betur út úr því. En samt var ég að fara gegnum það sem ég vildi. Enda á betri stað að því ég fór gegn því sem innsæði mitt sagði ég átt að gera, skilur við. Það sagði allt ég átt að skrifa undir en ég var ósammála og vildi ekki og ákvað ekki gera. Þó að það var erfið ákvörðun. Þannig að ég með verkefni fyrir því sem mjög létt að gera en getur pínu erfitt. Hver skipti sem einhver hringi í því að biðja að hjálpa sér eða aðstoða sér eða fara að gera eitthvað, hvort sem þú að fara í útilegu eitthvað svoleiðis og þú kemst ekki, getur það ekki eða þú vilt það ekki, þú nennir ekki, það skiptir ekki máli. Ekki fara að útskýra eða afsaka sjálfa þig. Þannig að manneskja segja, hey, nennirðu að koma í útilegu helgina? Ekki þá bara, nei, ég var reyndar búinn að plana að fara með Jóa, Dabba og við ætlum að fara að gera þetta eða ekki að fara að afsaka eða útskýra af hverju þú kemst ekki. Segðu bara, herru, ég með annað planað, eða ég kemst ekki. Ég spyr, viltu hjálpa mér helgina? Segðu bara, herru, ég bara kemst ekki. Þurfa að afsaka sig eða útskýra sjálfa sig svolítið, vil að hin manneskjan skilji mann, svo hún verður ekki reið út í mann að því maður að beila eða ekki hjálpa. Þetta að vera meðvirkur. Þú hræddur að manneskjan verður fúl eða sár að þú ert að segja nei, þú getur ekki hjálpa. Þannig að þess vegna erum við alltaf afsakur eða útskýrugur. Þannig að verkefni þitt að ekki útskýra afsakaði sjálfa þig þegar þú ert að beila einhverju eða kemst ekki eða eitthvað svoleiðis. Þannig þið munu núna vitið hvað counterintuitive Þetta situr í margar aðstæður og mörgum hegðunum eða hvernig maður haga sér. Og til dæmis eitt að vera maður ekki að útskýra sjálfa sig, afsaka sjálfa sig. Að þið munu fá tilfinninguna til þess að vilja afsaka þig eða útskýra sjálfa þig að gera átt öfugt við það. Það ekki að gera það.
og ef þið eru ennþá í vafasum hvað þetta þýðir þá mæli mig að bara spyrja AI eða Google þetta. Félag minn var einmitt að Google þetta áðan sko. Ég var að segja hann frá þessu af því að ég var ekki að tala við hann podcastið, hann vissi ekki hvað það var og hann átti erfitt með að reyna að skilja þetta þegar að googla þetta sko. Hann var bara, ég er að reyna að skilja þetta, ég er ekki alveg að ná þessu. Þannig að já, og ég ætla að fara í sumarfrí því ég er að fara að leika, kemur enda ágúst. Ég vona bara að skilja hennar þátt, það er erfitt að útskýra þetta, þetta make a sense. En takk fyrir að hlusta og við sjáumst.